Bárur frelsis brotna á ströndum, boða kúgun Ragnarök. Það syngja komarnir á 1. maí. Verið velkomin, Andrea Sigurdóttir, Björn Brynjólfur Björnsson. Takk að sjá okkur. Takk fyrir. Geggjað að byrja á nallanum. Eða ekki? Jú. Það er það týrandi þess. Þetta er bara, þú blæs mér svona eitthvað baráttu hug. Já. Hátíðisdagur. Ég fann lagið á íslensku. Það var ég vissi ekki að vera til, þú veist ég hafði heyrt það en gaman að finna þetta íslensku. Fram þjáir menn í 1000 löndum. Við endum þáttuna að syngja þetta saman. Ekki? Ég held það. Hvað 1. maí, hefur það eitthvað þýðingu fyrir ykkur? Já, ekki bæði einu? Já, ég ekki að byrja þér, þú ert nú svona fulltrúi vinnumarkaðarins. Já, maður ekki byrja jákvæðar, mér finnst þessi dagur ákveðin tímaskekkja. Það er það, ég hugsa stundum... Svo byrja bara létt á róðunum? Já, þú veist, það er bara að því að mér finnst bara verkalýðsfélög vera svona hugmyndafræðilegt fyrirbæri sem mér finnst bara orðið frekar úrelt. Þú veist, að því að við horfum til dæmis bara á, ég hugsa stundum ég hef farið til Sviss og Portúgal nýlega. Og Portúgal með miklu sterkari réttindi verkafólks og miklu svona erfiðara að endurskipuleggja fyrirtækin og í Sviss eru mjög svona lítil réttindi launafólks. En ekki nokkuð maður myndi vilja vera með vinnu í Portúgal frekar en í Sviss. Það er miklu betra að vera launþegi í Sviss heldur en í Portúgal þrátt fyrir að verkalýðsfélögin séu veikari. Þannig að þú veist þau voru gerðu góða hluti á 20. öldinni en svona aldamótin á árþúsundamótin hefði bara mátt leggja þau niður. Já, þú bara þar. Ég ætla ekki að mótmæla Nei, ég er dóttir verkalýðsleiðtoga þannig að þetta hefur alltaf verið mikill hátíðardagur á mínu heimili og í mínu uppeldi. Mamma er að hlusta? Mamma er að hlusta. Kannski horfa líka? Já, og við segjum bara áfram verkalýðurinn. Það er alltaf, ég er að rembast við að opna þessa kampæn með að við erum að tala, kemur þetta, Fílip og Naða, glæsilegt vín frá kampænsfélaginu. Þetta er ekki auglýsing, við erum bara áhuga með allt saman, Þetta er alveg gríðarlega krispí að sjá. Viðskiptur alltaf hefur fjallað þið alltaf hafi fjallað vinnumarkaðsmál töluvert, áminningarskyldu opinber starfsmanna til dæmis. Ef við taka smá vingil á því? Já, ég meina til dæmis núna er, í dag, 1. maí þá stærsta baráttumál í öllum kröfugöngum er að verja þessa áminningarskyldu opinbera starfsmanna sem er svo að það er ekki bara nóg að gæta meðalhófs og rökstyðja og veita andmælarétt og slíkt sem stjórnsýslulögin veita öllum opinberu starfsmönnum ef til uppsagna kemur. Heldur það líka að áminna þig fyrst með skriflegum hætti og formlegu ferli og síðan þarftu í raun að brjóta af þér með sama hætti innan tiltekins tímaramma. Og þetta í rauninni þýðir það að í reynd er orðið svo erfitt að segja fólki upp að stjórnendur hjá nú opinbera ráðast sjaldnast í það. Þannig að fyrir vikið þrífast svartir sauðir, takk fyrir, í vinnu hjá mörgum opinberu stofnunum og áhrifin eru neikvæð ekki bara fyrir þá sem þurfa að reiða sig á opinbera þjónustu, heldur líka ekki síst á samstarfsfólk þessara svörtu sauða sem er til dæmis, við erum með dæmi mann sem var að vinna í vínbúðinni og lagði samstarfsfólk sitt í tvígangi einelti en það mátti ekki segja upp starfsmann. Þannig að þú veist, þarna ertu með fólk sem er þá að þrífast í störfum og eitra út frá sér, svona skemmt epli. Í skjóli er henni fordæmskiljarar vinnulöggjafar, Já, og mér svo skrítið að forystu fólk núverandi verkalýðsfélaga sé að berjast fyrir því að viðhalda þessum svörtu sauðum í starfi á meðan meirihluti opinbera starfsmanna er fylgjandi því að afnema áminningarskylduna. Þannig að þau eru að í herferð núna fyrir marga milljónir sjónvarpsauglýsingar, vefsíður til að berjast fyrir máli sem er einhvern veginn hugmyndafræðilegt mál forystunar en meirihluti þeirra félagsmanna
vill afnema áminningarskylduna, þannig að þau eru á skjön við sína félagsmenn. Er ekki bara eineltissekir líklegri til þess að veljast til fórustu í verkalýðshreyfingunni? Já, það. Nei, ég bara spyr. Já, ég meina, ég allavega hef svolítið fengið smjörþeguna Kennarasambandi Íslands sem er hérna eitt sterkasta stéttarfélag landsins og þar er svona mikil svona menning þannig að það er bara ein skoðun ofan á. Þannig að þú veist, þar er svona ákveðin fórista þar sem er með ákveðna línu og aðrir félagsmenn eða kennarar eiga erfitt með að tjá aðrar skoðanir og þú veist, þannig að við höfum til dæmis fundið mikinn stuðningi frá kennurum í okkar málflutningi sko aukin árangur í grunnskólakerfinu og betri og gagnsæri mælingar og samræmd próf við lok grunnskólagöngu og slíkt. En allir kennarar þetta segja, já, við þorum ekki að segja þetta á kaffistofunum, við þorum ekki að segja þetta. Og það er svona ákveðin, svona, þú veist, og þetta er líka einhvern veginn svona kúltúr í þessum verkalýðsfélögum. Það er einhver svona þöggun og svona menning sem ég finnst ekki heppileg fyrir svona frjáls skoðanaskipti. Já. Best að taka það fram, ég er ekki að saka alla verkalýðsleiðtogum að vera eineltissekir. Ég skildi það með talið móður mína. Ég skildi bara þannig, sko. Nei, en það eru svona ákveðna típur, maður sér þetta alveg. Það eru svona, maður sér glitta í ákveðna búli típur þarna. Já, þú voru komið einhvern upp. Nei. Það er ekki verið þangað. Kannski ég klára þetta glas og fyllir upp á annað og þá er ég farin að opna mig þetta. Já, einmitt. Svo er þetta líka einhver svona vöndlun sko, sem er svolítið skrítina. Þú veist, verkalýðsforystan eða verkalýðsfélög á Íslandi eru gríðarlega sterk og það eru flestir í verkalýðsfélögum og sko en ef þið spurji bara fólk sem er í vinnu þá bara, já, af hverju til verkalýðsfélög? Jú, ég var bara skráður í þetta sjálfkrafa og eða sko, já, ég skrá mig í þetta til að fá sko gleraugnastyrk eða Er það ekki oftast ástæðan? Fólk er að segja ríkastættastyrkin og gleraugnastyrkin og leigja sumarbústaði og... Jú, en svo er peningurinn notaður í áróður fyrir því að viðhalda áminningarskyldu opinbera starfsmanna. Þannig að vöndlunin er svo skrítin að þú veist, að þau eru búin að þú veist, gera í rauninni mjög vel að því leita þau eru búin að bæta við þessum svona hliðarafurðum sem eru verðmæta fyrir launþega en þessi svona þetta gamla hlutverk þeirra að berjast fyrir sko réttarúrbótum eða herri launum eða slíkt, sá tilgangur er svolítið liðinn. Já. Þannig að það eru þetta bara Ég skal bara taka undir það. Þannig að það eru þetta bara verðmætasköpunin og hagkvæmnin í fyrirtækjunum og hagkerfinu sem ræður kjörunum. Það er ekki kröfugöngur eða barátta þessa fólks. Já. Eitt af því sem er opið, eins og verslun sem er opin 1. maí, það er kjötkompanið. Þannig að fólk getur drifið sér þangað og ná sér eitthvað gott fyrir helgina. Við fengum hérna veitingar frá þeim. Ég er náttúrulega sigurvegari páskaleiks þjóðmála. Heldur betur. Hér. Hvernig var lambakjötið? Það var dásamlega. Það ekki? Jú. Og bara öll fjölskyldan var líka svo ánægð með þetta. Það er ein 8 ára litla frænka mín sem að smakkaði kjötið og bara þetta er bara besta kjöt sem ég smakkað. Geturðu sagt pappa hvað þú keyptir þetta? Okay. Andrea vann hérna leikinn okkar fyrir páskana, páskalambið. Já, eins og fræktur árið. Já, þó Andrés að vera reynt að stöða það. Mér fannst þið ekki samgleðast með nóg. Já, gengur þetta, ég var sviftana þessu. Já, það var svona, ég skal bara viðurkenna það. Bara fyrsta hugsun var bara, já, hún er hérna reglulega viðmælandi, þú veist, en minna, þú tókst oft í leiknum og bara fer eins hver. Já, ég mun taka þetta aftur næst líka. Já, algjörlega. Ég er heppin í spilum, ekki af heppin í ástum. Það er annarkvort. Þannig að, svo er hérna, eins og ég myndist á, hér gott kampæn og svo alltaf sjálfsögur vinnur okkar í kalda með okkur. Með sinn óáfenga bjór og fleira til. Þannig að, herri, þú myndist nú á sko verklagsleiðtogana, þessi rimma milli Sólveigar Unnu og hérna, já, við kannski að byrja á þessu reyndar, fyrir þá sem er að horfa. Var ekki þema dagsins? Já, hvað að koma og sína stuðningi. Takk fyrir stuðningi. Ég er sérst með bara fyrir það sem er að hlusta í vídeo, þá er ég með augsýkingu alltaf að hlífa þeim við því sem er hérna bakvið. Það er ástæðan. En svo er þetta líka lúk, ég meina það er nýkomið sumardagurinn fyrsti. Já, heldur betur. Þannig að þetta er bara, þetta er ákveðin. Já, þetta lúkur alveg virka. Ég upplifa ákveðna valdeflingu í þessu. Já. Ég verð að segja það. Já. Finnst þið bara eitthvað svona, ég bara steig upp við að setja með sólgleraugun. Menn hafa mætt með sólgleraugun ári, ég þarf ekki að fara að rifja þau upp, sko, og það hafði ákveðar afleiðingar, en það voru kannski ekki gleraugun sem gera það. Þannig að við skulum sjá hvernig þessi þáttur leiðir. Erum við að tala aðra tegunda kjöti en hér? Mögulega. Þannig, já. En það er hérna, en svona er þetta bara, það er bara áfram gaman að þessu. Þannig að þú ert bara með gleraugun til að sýna svona stuðning og... Já, ég bara er manneskja sem er full af samkennd. Já. Og vildi bara sýna honum Brynjólfi vinni mínum
einlegan stuðning í viðureiksinni við bakteríunar. Herri, já, ég ætla að fara að koma inn á sko þessi rimma milli Sólveigar Önnu og Höllu. Við þurfum nú kannski að krifja hann til merkjar en hún áhugaverð. Hún mjög áhugaverð. Þetta sérstaklega sko svona í ljósi þess að það ákveði forsendu ákveði í kjarasamningum sem ekki víst að haldi í haust að verkalýðshreyfingin maður upplifir hana ekki mjög samstiga og Efling vissulega hluti af ASÍ en mér sýnir svona Efling og starfsgreinasambandið vera svolítið klofið frá ASÍ og svo kemur náttúrulega, þetta eins og fíll í postulensbúð sko, að vera að hækka laun hjá verkalýðsforingja á þessu tíma þar sem allir eru að eiga við verðbólguna og það er verið að tala að hér sé engum launahækkunum að kenna. Þú ert að vísa í launahækkun Höllu Gunnarsdóttur, já, nákvæmlega og ég verði bara að segja það, ég með Sólveigu Önnu sem hefur gagnrýnt þessa hækkun og fleira til, ég með henni í liði þessu, hún hefur að rétt að standa, það fyrsta lagið þessi hækkun algjörlega galin, svo þessar skýringar að sko inn í þessa tölu séu laun hennar sem varaforseta hjá ASÍ komin inn í laun formanns VFR sem algjörlega aðskilið apparat og að laun hennar frá ASÍ fari til VFR, það vakna svo margar svona praktiska spurningar í kringum þetta. Hvert fara lífeyrisréttindin, hver að greiða þau, séreignarsparnaður og eitthvað svoleiðis. Hvaða síra þetta? Já, launatöldigjöldin, öll samul. Já, ég einmitt búin að vera frekar neikvæður verkefnishenga hér, en mér finnst Sólveig Anna líka mér finnst hún bara vera bara líka ferskur andblæður í opinberri umræði og hún skorur á hólm svona viðteknar einhvern veginn staðrendir eða viðhorf og svona augljóslega sjálfstæður hugsuður og bara mér alltaf þegar hún segir eitthvað þá svona legg ég við hlustir. En sko, af hverju eru hægri menn alltaf að fíla Sólveigu Önnu? Þú veist, það við hefðum ekki talað svona fyrir 5 árum, sko. Ég vil samt koma því á framfæri. Þeir eru vinkonur. Við erum vinkonur. Já. Áður en, og það bara svona tiltölulega nýlegt dæmi. Já, reyndar, taka fram. Það vill hann til að við hittumst í 50. afmæli einhver annan Lífar Magnúðdóttur. Já. Það eru svona 2 ár síðan langar maður að segja. Og fram að því sko, þá hafði ég verið í mjög gagnrýnin á Sólveigu Önnu og ég hefði skrifað marga mjög rætna pistla og ég kallaði hana efnahagslegan hryðjuverkamann og ég veit ekki hvað og hvað. Það gengst við því hér og nú. En við hittust í þessu afmæli og við förum að tala saman og það kemur bara ljós að við erum bara sammála ótrúlega margt sem við kemur feminisma og fleiri slíku og ég mætti hingað í þjóðmál ekki löngu eftir þetta afmæli og ég sagði þá og þetta var áður en hún sló í gegn hjá hægrinu það kom eitthvað upp Sólveig Anna og ég heyrði Sólveig Anna, hún bara fín sko svo eftir þáttir þá bara, mér verður bara cancela ég bara að taka upp hanskan fyrir Sólveigu Önnu í þjóðmálum eins og einhver sko, bara sem að vill fá fólk upp á móti sér en svo bara gerist þetta að hún slæri gegn hjá restin af hægrinu líka ég vil meina að ég hafi uppgötað Sólveigu Önnu á hægri arminu. Já, þú var kannski fyrsta hægrimanneskjan sem að svona sást þetta. Ég sá ljósið og þetta og við erum bara á því, þetta skeifukenningin öfgahægri konan og marxistinn við saminumst á brún skeifunar Já, hún líka bara með svona einhvern veginn líka sympatískari félagahóp heldur en til dæmis flest af þessum sko stéttarfélögum opinbera starfsmanna sem eru margir hverjir með sko laun sem eru bara ég skil ekki alveg þörfina á verkalýðsbaráttunni þar sko og þetta sérréttindin sem eru þú veist ekki bara eins og við tölum uppsagnarverndina heldur líka veikindarétturinn sem alltaf 7-faldur og meira orlof þú veist af hverju ættu opinbera starfsmenn að taka lengra frí en starfsfólk á almennu vinnumarkaði af hverju ættu þeir að vera miklu meira veikir þú veist þetta svona það svo mikið misræmi þar sem sko hún svona einhvern veginn réttumegin hún á almenna markanum og það þar auðvitað í engageranum þar sem í rauninni réttindin og kjörin eru lakari í dag Við þurfum að spyrja hana hvað henni finnst afnám áminningaskyldunar. Ég þori nánast að veðja að hún styði það.
Ég tók einmitt eftir því að það er mikil sko, það er alveg ærandi þögn frá stéttarfélögum á almennamarkanum í þessu máli. Þannig að mörg af stærstu félögunum á almennamarkanum hafa ekkert sagt gegn þessu frumvarpi fjármálaráðherra. Já, það var auðvitað þannig áður fyrir að það var dregin upp svo mynd að opinberi starfsmenn væri þá á mögulega á lélegri launum heldur en almenni vinnumarkaðar en nytu einmitt fengur lengra orlof, meiri starfsöryggi og aukin lífeyrisréttindi. Það voru einhvern veginn svona rökin fyrir lægri launum sko, en nú er allt. Nú er launum bara orðin jafn há og herri jafnvel, vinnutími styttri, stytting vinnuvikuna var ekki til fyrir 10 árum síðan sko. Þannig að það er mjög svona ójafnt gefið í þessu öllana. Já, að hugsa tímakaup sko, vinnutími opinbera starfsmanna það 10% styttri en á almenni vinnumarkaði. Þannig að þá er sko bara að þú ert með sambærileg laun og vinnu 10% minna, þá er það þetta 10% hærra tímakaup sko. Þannig að þetta er auðvitað bara þetta er ekki eðlileg staða og þess vegna finnst mér einhvern veginn svo hallærislegt þegar þú ert með fulltrú opinbera starfsmanna að berjast fyrir sérréttindum sem sko fólk sem eru á almenni vinnumarkaði getur bara látið sér dreyma Þannig að við hérna styðjum Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra í þessu Ég hugsa líka leikjafræðilega sko þetta er eitthvað mál sem ríkisstjórnin setur fram og þau eru með kannski 20 mál eða 30 mál sem þau ætla að reyna að ná í gegn á vorþinginu. Svo núna fer sko BSRB og BHM fara í risastóra sjónvarpsherferð og vefsíður og reyna að berjast gegn málinu og þá komu þetta fréttamenn beint í Daða og setja hljóðnumann á hann og segja já, ætlar að hætta við og hann, nei, ég ætla alls ekki að hætta við, við klárum þetta mál, við erum algjörlega ósammála þeirra gagnrýni, þetta snýst að vernda opinbera starfsmenn fyrir eineltiseggjum og svörtum sauðum og við ætlum að klára þetta mál. Þannig að nú er hann kominn sko on the record, svo ég sletti, að hann ætla að klára málið. Þannig að sko þau eru búin að gefa málinu meiri prófíl og núna er verra, það mun kosta Daða og Viðreisn og ríkisstjórnina pólitískt ef þau klára ekki málið. Sko aðalega Viðreisn, Daði mun þurfa virkilega að standa í lappirnar af því að sko, ég hugsa að það þurfi ekki að samfara samfylkinguna lengi það að gera eitthvað svona með verkalýðshreyfingunni það er forsendu ákvæði eitthvað í haust þar sem að samfylkingin er til í að fórna þessu því þetta er ekkert eitthvað sem skiptir samfylkinguna máli en þetta skiptir Viðreisn alveg rosalega miklu máli því að bara horfast í augu það að þetta er basically eina máli Viðreisnar fyrir utan Evrópusambandið Já, sem er nú svolítið stórt mál fyrir þeim reyndar. Sem er þetta svolítið stórt mál fyrir þeim, en eins og skoðanakannir eru núna, þá gæti það floppað. Já. Segði því að ef þau ætla að eiga eitthvað eftir þetta kjörtímabil í hendi, þá verða þau að klára þetta mál. Ég vona að þau standi jafn fast að þessu og flokkur fólksins stóð með þessu galna launavísitölu frumvarpi sínu. Það bara... Já, það eftir að koma í ljós. Já, og ég held að þetta er svona einhver leikjafræði að þess vegna finnst mér þetta líka svona einhver sýndamennska að vera að berast gegn þessu því að ef þú myndir raunverulega vilja stöða málið það myndir ekki fara í hávara herfer sem gefur því hærri prófíl heldur myndir þú kannski reyna að tala við fólk svona í einhverjum reikfylltum bakherbygjum og biðja að þetta verði svæft sem hluta af einhverju þinglokasamkomulagi í vor en nú er það frá borðinu nú er þetta orðið alltaf stórt mál til að svæfa það Þannig að stéttarfélögin sjálf hafa blásið þetta upp Já, og það þau eru að reyna að búa til einhver tilveru rétt fyrir sig en eru reyna ekki að ná árangur þannig En getum við spólað aðeins aftur tilbaka í Sólvu Önnu og Höllu Gunnarsdóttur bara, ég veist þetta svo skemmtilegt umræðefni af því að sko það sem að ég upplýði þarna er Sólveig Anna og hennar að berjast fyrir láglaunakonunum á opinbera markanum og svo er það almenna, hvað sagði ég? Opinbera? Ég meinti almenna Já, svo er það Halla Gunnarsdóttir og Drífa Snædal og þessar og sem að eru hinum megin línunar, Sonja og eitthvað og það er svo mikill svona forréttinda munur á þessum tveimur hópum og sérstaklega því að veit að þessar konur elska orðið forréttindi að þær eru bara eitthvað mjög uppteknar af því og ég ætla ekki að gera lítið úr því að það er mjög mikilvægt að tækifæri kynjanna séu jöfn á vinnumarkaði en þessi söngur lífeyrisréttindi varðandi einhverja nokkra mánuði til eða frá í fæðingarorlofi sem er bara algjörlega heilagur á sama tíma og láglaunakonurnar hjá Sólvu Önnu eru með allar í opinberum kvennastörfum sem eru mikið lægra launuð heldur en ófaglæri störf karlmanna að ef við vilt tala um eitthvað mun kynjana á ævikvöldinu
að þá baráttan sko miklu frekar þarna Já. heldur en þar sem að kampaminsfemmarnir eru bara eitthvað, ég er 2 mánuðum lengur í fæðingarorlofi og hugsa ykkur bara hvernig eftirlaunum mín verða verra en mannsins míns. Það er alvöru tala. Sko, þeim alveg sama og ég upplifði það að ASI Squeeze, þeim alveg sama konunar sem að Sólveiganna að berjast fyrir, sem að þrífa klósettin, sem að skúra gólfin, sem að þær síðan labba á sko. Já, það bara byrja á stóru bomban. Fullir það. Já. Ég veit að Sólveiganna að fíla kampæn. Já. Þannig að það bara frækt. Já, við reynda fengum okkur sko Prosecco daginn. Okay. Við erum alveg hóvarar. Já, ég veit. Já, förum ekki lengra með þá umræðu. Með Proseccoið. Þetta gott kampæn. Já, þetta mjög gott. Þetta rosalega gott. Þannig að þeir vita hvað að gera þannig á kampænsfélaginu. Sko, við höldum að sáfara með dagskrána. Við sáum náttúrulega í fréttunni í vikunni byrtust verðbólgutölur. Við sáum að verðbólgan að lækka lítilega sem að svona nokkuð einin samræmi við spár greiningarlega. Ég heldur reyndar að flesti getur á fyrir svona tildur óbreyttum vöxtum. Verðbólgan mælist nú 5,2%, var 5,4%. Ég ætla ekki að vera djúpt í tölunar á þessu en sko það sem kannski maður velti fyrir sér að ég sá til dæmis bara eins og greining Íslandsbanka og þeir ekki ráð fyrir 5% verðbólgu áfram í sumar eða þú verði þannig 4,9 til 5% og ársverðbólga verði held ég minni með 5%, ég ekki kringu það. Þú veist þannig að þetta bara staðan. Verðbólgan ekkert að hjaðna þó hún lækki núna lítilega milli mánaða. Nei, ég meina og þið myndist ég að mögulega sko forsættubresti í kjarasamningum í haust og allt þetta. Það náttúrulega sko útspil núna á ríkisstjórninni sem eiginlega svolítið að fiffa tölunar. Það að segja að þau ætla að handstýra álögum niður með því að lækka vask á bensín í sumar alveg fram að endurskoðanadagsendingunni og þá hækkar hann aftur. Þannig að það svona og bara fyrir ekki ykkur fram í það að tekja fram eins og að því var vísigreiningu í Íslandsbanka þeir gera ráð fyrir hækkandi verðbólgu í haust eða undir lok sumars einmitt út af þessu þegar aðgerðan reyna að setja skeið enda sko. Já, og þú veist, ég skil alveg líka einhver leiti að þú veist, að menn vilja ekki fara að opna kjarasamninga og ætla að fiffa tölurnar svona, þú veist, þannig að við höfum ekkit eitthvað sterka skoðun endur á þeirri æfingu, en sko þetta samt svona, þú veist, þetta svona mjög hættulegu leikur að leika, ég meina Argentína fór í þetta, fara alltaf að fikta í sko tölunum og ég myndi vilja sjá bara að menn horfi svolítið á svona fundamentals og líti í eigin barm, sérstaklega varandi sko opinbera reksturinn sem þú veist, ef að þú ert að reka þú opinbera með halla, þá ertu í rauninni að auka eftirspurn og ýta undir verðbólgu og ef þú ert að hækka laun opinbera starfsmanna umfram almenna vinnumarkaðinn, þá ertu auðvitað ýta undir verðbólgu. Kennarar, sem sagt, launahækkanir kennara síðustu 12 mánuði nema 17%. Þú veist, það sér hver maður að þetta samræmist ekki 2,5% verðbólgumarkmiði að hækka laun 17%. Og verður engin friður það en mér varst svona mestu vonbrigðum þessi ári í þessum verðbólgumálum finnst mér að sko stjórnvöldurinni setja til dæmis á vörugjaldahækkun á bíla til að ná einhverjum loftslagsmarkmiðum áramótin og þar með hækka sko nýjir bílar 15-20% margir hverjir og þetta strax keyrir upp verðbólgu eitthvað 70-80 punkta en ríkisstjórnin kemur þá fram bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra og kenna olíufélögunum og þetta þrátt fyrir að sko bílaumboðunum svo líka já, olíufélögin og bílaumboðun nákvæmlega og segja sko þau þurfa að passa sig í álækningu og sko þetta svona þú veist, þau vita sem stjórnmálamenn að olíufélögin ekki vinsæl þannig að það fínt að sparka bara í þau og reyna þú veist að svona slá ríki í augufólks og þetta þú veist kannski til skamstíma pólitískt þetta kannski slæðir þetta einhverja keilur en sko þetta náttúrulega skaðlegt þegar þú ert að reyna að ná tökum á verðbólgu þannig að það svona ákveðið samvinnuverkefni allra og þetta líka bara svona ómaklegt þú ert valdhafi og þú ert að saka þú veist fyrirtæki, mörgar stærsti fyrirtæki landsins í rauninni einhverja græðgi eða óheiðarleika en sko ef að olíufyrirtækin eru svona vond og gráðug voru það þá ekki líka fyrir áramót þú veist það breyttist ekki þá þannig að sko og það sem meira að fjármálaráðuneytið sko áætlaði áhrif af lækkun gjalda á eldsneyti og olíufélögin skiluð sko þeirri lækkun nákvæmlega svo ráðuneytið áætlaði. Þannig að þetta bara ekki þetta svona já, neðan beltis finnst mér þegar stjórnveldi staðin fyrir að þegar verðbólgutölu koma að tala þú veist hvernig við ætlum að ná tökum á þessu saman að þau fara að sparka í einhver fyrirtæki sem þeim finnst vera óvinsæl
og þetta sko fyrsta dæmi að þrem Heiti það ekki bara populismi? Jú, lýðskrum, algjörlega og síðan það sem gerist í rauninni í kjölfarið er að atvinnuvegaráðherra sem sagt kemur með sérstakt viðbótar framlag til samkeppniseftirlitsins til að rannsaka álagningu á dagvörumarkaði Akkurat. og er þá sem sagt í rauninni að siga opinberum eftirlitsaðila á 3-4 fyrirtæki í landinu og þú veist, þetta finnst mér líka bara svona einhvern veginn neðan beltis af valdhöfum að beina eftirlitsstofnunum að ákveðnum fyrirtækjum. Samkeppniseftirlitið er með mjög ríkar heimildir til að senda fólk í fangelsi. Þannig að þarna ertu komin í svona stemmingu sem ég fannst við vera komin í eftir hrun þegar var í tísku að senda bankamenn í fangelsi. Þú veist, nú á allt í einu að fara að senda kaupmenn í fangelsi eða gera gera skrimsli úr kaupmennum. Já. Og svo kemur þriðja dæmið, bara svo ég klári það, sem er núna lækkurinn á vaskinum. Því fylgir sem sagt, viðbótarframlag aftur til samkeppniseftirlitsins til að hafa eftirlit með því að olíufélagi muni skila þessari vaskprósentulækkun eða heimild fyrir ráðherra að setja verð á bensín í landinu. Það er að segja bara verðstýring úr ráðuneyti í staðin fyrir að fyrirtæki hafi frjálsa álagningu eins og barist það fyrir alla 20-stöldina. Ég sá nú að þú varst að skrifa um daginn á byrjast svo greina á vef viðskiptaráðs. Strákar, eru ekki með linka á þetta? Næsti linkur held ég. Að það er þú varst einmitt að fjalla þetta. Verðlags, hvað kallar það? Verðgæslustjóri ríkisins. Já, verðgæslustjóri. Þetta var bara embætti og hann bara stýrði fjölmörgum verðum, verðlagsstjóri, verðgæslustjóri og svo er líka þriðja sem ég líka skrítið í þessu er að í þessu nýja frumvarpi þá er sérstakt framlag til verðlags eftirlits ASI. Sem er einkaaðili. Þannig að hið opinbera er að siga einkaaðila á aðra einkaaðila. Og þú veist, allt snýr þetta sama brunni að það er bara algjört vantraust á kaupmönnum og verslun og einkaframtakinu og verið að segja að verðbólgan er ekki hinu opinbera að kenna, heldur gráðugum kaupmönnum. Og þetta er bara, mér finnst þetta er náttúrulega allir sem hafa kynnt sér bara efnahagsmál og hagfræði vita að þetta er ránt og þetta er líka ómaklegt og þetta er ódýrt og ég held að stjórnvöld sem taka þátt í svona orðræðu og standi í svona orðræðu, ég held að þeim mun ekki farnast vel til lengri tíma. Á þessu nótu, það rífast bara upp fyrir mér, Andra, við vorum nú saman á Morgunblaðinu og við vorum bæði að skrifa um þessa frétt á sínum tíma þegar Svandís Svavarsdóttir sigaði Samkeppniseftirlitinu á sjávarútveginn. Ætlaði að fá Samkeppniseftirlitið til að kortleggja sjávarútveginn, eignarhald og fleira, kalla eftir gögnum sem að ráðherra auðvitað getur ekki kalla eftir en einmitt eins og Björn bendir á að þá þetta hefur Samkeppniseftirlitið mjög ríkar valdheimildir, getur kalla eftir gögnum eða vilja á svona. Umboðsmaður Alþingis dæmdi eða úrskurðaði þennan samning milli ráðuneytisins og eftirlitsins ógildan. Það var bara ólögleg aðgerð. En þarna var stjórnmálamaður að siga eftirlitsstofnun aftur með mjög ríkar eftirlitsheimildir á einkaaðila. Er í Viðreisn ekki að gera bara nokkurn veginn það sama? Jú, þetta minnir mann svona óþægilega á verktöku samning matvælaráðherra og samkeppniseftirlitsins forða daga sem að þau voru gerð afturreka með. Það gerir það. Það þarf nú kannski að fara að kalla eftir þessu tölvupósamskiptum. Þau voru nú ansi skurrilleg orðin sem gengu á milli ráðuneytisins og samkeppniseftirlitsins. Já, en þarna komur hún ekkert þetta var þetta alveg galið dæmi en þarna ertu með Svandísi Svavarsdóttir sem alltaf ráðherra af AFG sem að gera þetta. En nú erum við bara með ráðherra Viðreisnar sem að vilja á góðum degi kalla sér svona borgaralegan flokk, Og það sem að maður er líka farin að sjá upptaktin af í orðræðunni hjá þeim. Af því að ég gefði þeim það þau eru ofbóðslega strategísk í því hvernig þau nálgast hlutina. Þetta er náttúrulega bara PR-leikhús. Já, ákveðat, þetta er bara almannatengsl. Þetta er bara almannatengsl. Allt sem er verið að gera þetta af því að það er, markmiðið með þessu er ekkert eitthvað að þau haldi að það muni breyta eitthvað að vera með þetta eftirlit. Þetta bara gefur ákveðna mynd af hlutunum. Þetta, eins og þú talaðir að kaupmaðurinn á horninu og bensínsalinn að þeir séu einhverjir hrottar, einhverjir glæpamenn. Já, hitinn fer á þá. Já, og óeining og bara dæmi úr Bandaríkjunum er ég man að Biden var einhvern tímann spurður hvað hann finnst Elon Musk og þá sagði hann we need to take a look at this guy. Og á næstu 12 mánuðum eftir það hófu 12 eftirlitsstofnanir málsóknir á hann eða hans fyrirtæki. Þannig að þetta er, þegar þú ert valdhafi eins og ráðherra, þú verður að vanda þig. Þú mátt ekki fara að siga eftirlitsstofnunum á borgarana. Þú ert með raunveruleg völd, þú getur eyðilagt líffólks, þú verður að vanda þig. Þannig að mér finnst þetta svona sérlega ómaklegt að fara svona að demonisera kaupmenn einhvern veginn að því að verðbólgan er há. Mér finnst þetta
þegar þú ert í embætti ráðherra þá verður að hugsa tvisvar áður og gerir svona. En næsta lína er að teiknast upp í þessu öllu saman og ég get alveg sagt ykkur hver hún er. Eins og þú fórst yfir mjög gómgjafilega hérna áðan að þá verður upptaktur aftur í verðbólgu eftir að hún er búin að vera að lækka í töluvert langa tíma í kjölfar þessara gegndarlausu gjaldahækkana hérna áramótin. Þar ber hið opinbera ábyrgð. En núna er hins vegar komin ný söguskýring og hún er að fæðast og hún mun halda áfram að vaksa og það er að öll þessi hækkun, allur þessi kúfur, hún verður framvegis tengd bara við stríð á persaflóa og einhver olíuhækkun, við vorum að glíma við þetta til þess að skúra yfir það að hið opinbera beri þarna einhver ábyrgð. Og ég fann að heyra þetta svona í taktinum hjá, já við erum að glíma hérna við verðbólguna og lalla, við erum alltaf með stríð á persaflóanum og það er engin ábyrgð tekin á því sem aflega fer. Þegar að vel gengur þá er það þér að þakka, en þegar illa gengur þá er það einhverjum öðrum að kenna og það er bara það sem við erum að sjá aftur og aftur og aftur. Já. Það verður mjög skröldilegt að sjá það alltaf stýrifast ákvörðun 20. maí, ekki rétt mér, rétt eftir 17. kosningar. Þeir hjá Epibank hljóta nú að setja upp stöður og það þegar að því kemur. Það verður bara mjög fróðlegt að sjá hvernig það er að því að, við eigum kannski vona því að verðbólgan lækki eitthvað lítilegi í sumar eins og við erum bara að rifja upp en verðbólgu þrýstingurinn er þetta til staðar, þannig að allan svona enn sem komið þeir sem að tala við, þeir eru svolítið að veðja á vaxta hækkun, jafnvel í maí. Það er ég líka. Já, ég held að það sé alveg svona innbúið og því miður að því að það er ekki svona mikill hagvöxtur núna eins og er og það er ákveðin svona stöðnun í gangi hjá okkur, landsframleiðsla mann er svo sama í dag fyrir 8 árum. Þannig að þó að maður kannski sjálfur, að því að maður má ekki miða þetta við sjálfa sig, að því að flestir eru í rauninni alltaf að, vinna sig upp, sífellt lengra frá námi, maður fær einhverja smá stöðhækkanir, en þeir sem eru að koma inn núna inn á vinnumarkað, þeir hafa það ekkert betra en fólk fyrir 8 árum. Og svo spilar inn í húsnæðismarkaður, þar sem húsnæðisverð hefur hækkað mikið, fólk er að flytja seinna út frá foreldrum sínum. Við erum ekki lengur land þar sem við erum í framförum ár frá ári. Það er stöðnun og þannig að við erum ekki á réttri leið og ég held að ef að Seðlabankinn hækka vexti og það verður ennþá harðara í ári, við erum komin í 7% atvinnuleysi, þá séum við svolítið að fara að fá þetta svona aðeins meiri andlitið og svona meira upp á yfirborðið. Já. Það sem að kannski vinnur með og þá er ég held að þeir hækki ennþá, ég held að þeir hefðu hækka meira ef að mælingin hefði ekki verið núna eins og hún var. Það sem að kannski kemur í ljósa að hækkunarliðirnir þetta er ekki á mjög breiðum grunni. Þannig að svona þessi stóri þrýstingur sem að fólk var að óttast að væri fyrir hendi, hann svona allavega í þessari mælingu virðist ekki vera í jafnslæmmálum og maður hélt. Þannig að það að þetta hafi aðeins farið niður núna, að þetta er ekki á breiðum grunni hækkanar og fólk óttaðist, það kemur sannlega veg fyrir að þetta hækki 0,5. Það er mín spá. En ég held að það hækki 0,25. Bara rétt aðeins svona á þess að ílengja þetta mikið meira, bara maður velti fyrir sér að þau erum að tala um hið opinbera, fjármálaáætlunin alltaf komið fram og kom fram daginn, við höfum alltaf fjallað hana aðeins hér en hún er ekki að slá á verðbólguvæntingar. Nei, ég held að það best er bara að horfa á hvað skuldabréfaálæðið gerir, þegar stjórnvöld kom út með útspil og fjármálaáætlun hreyfði það ekki, þannig að ég held að þetta er auðvitað gott plagg og svona mikið fram fyrir að vera með þessa áætlun, áður en þessi var breytt, þá var eiginlega ekki fjármálaáætlun og það komið bara alltaf fjárlögin, þannig að þetta er svona aðeins meiri langtíma sín, en svona það er margt óútfært í þessu og ég sakna ennþá innleiðingu á munið að fyrsta mál ríkisstjórnarinnar var hagræðingar verkefnið. Já. Fenguð 1000 tillagna frá öllum. Það minnum að hagræðingar verkefnið í borginni. Já, ég með þess að kalla eftir hagræðingar tillögum. Já, og ótrúlega mikið að vel útfærðum bara heildstefnum tillögum sem þeir geta bara límt inn og fara með upp á Alþingi. En mér finnst allt og lítið vera að koma fram af þessu og það er eins og þau hafi bara svona kert þetta í gang, fengið tillögurnar og svona einhvern veginn glemt þessu. Var þetta ekki bara góð orðmanntíks líka? Það er eitthvað að gerast, ég meina við erum með áminningarskylduna, ef að þau klára það þá eiga þau bara mikið hróskilið, vegna þess að við erum með líka svo mikinn fjölda opinbera starfsmanna sem hefur verið að aukast undanfarin ár, þannig að hið opinbera að taka sífellt stærri hluta af í rauninni
svona okkar raunveruleika í hagkerfinu og þá mjög mikilvægt að stofnanir og ráðuneyti og annað sko, sem eru þá opinberir aðilar séu rekin sem hagkvæmustum hætti og þá verður að vera hægt að skipta út og segja upp til dæmis svörtum sauðum eða fólki sem ekki að standa sig í starfi og það væri risamál í rauninni fyrir hagkvæmni hjá hinu opinbera. Þannig að ef þau klára það, þá fá þau mikið prikk í kladdann og þau eru að sameina heilbrigðiseftirlit, þau eru að fækka aðeins stofnunum og þetta það ekki ekkert að gerast. Nei, þau eru alveg að... Svo gefa það þessu eiga. Þau eru alveg í einhverju umbótavinnu. Ég bara myndi vilja sjá þau bara fara ennþá lengra og fletta fleiri blaðsíðum úr þessum tillögum af því að þannig að miklu að taka. Við bara hvetjum fjármálaráðherra til dáða í þessu og hvetjum hann til þess að ganga bara enn lengra. Já. Ég ætla aðeins að brjóta upp dagskrána. Hérna árum fyrir að ræða önnur svona veiga meiri mál. Strákar ef að kika grillinu. Yfirdúr grillinu. Það allir að fá sér yfirdúr grill fyrir sumarið til að grilla vel og mikið. Það skiptir máli það sem gefur lífinu lit á sumrin. Ég baði ykkur fyrir þáttunum að finna hrósvikunar af því að sko þið þekkja þetta þegar maður kemur saman yfir grillinu, þetta afslappaðir menn byrja svona að skjalla hvort annan og hrósa og allt þetta. Hverju var hrósa í vikunni? Nei, áðurinn kom að því. Þeir sem kaupa sér yfirdúr fyrir 4. maí að þeir fá einnig 20 svona gjafabréf í kjötkompaníinu, okkar góðu vinnu þar. Gott samstarf þarna á milli. Og við fjallaðum hér daginn að gott að fara líka í kjötkompaníu og ná sér bara í grill og kjött. Það er hægt. Að því sögðu. Hrósvikunar. Ég byrja. Já, byrja þú. Ég ennþá að hugsa. Ég Alltaf þegar einhver segir byrja þú, þá hann ekki búin undirbúið sig. Maður veit það. Minn uppáhalds ráðherra þessa dagana Inga Sæland. Ok. Ég bara hef aldrei séð meira hugrekki heldur en að mæta á menntaþing kennarasambandsins og segjast vilja tölustafa einhvernir og fólk að ganga út undir ræðun hennar og hún spurð út í það, hún segir, já, ég nú ég man ekki hvernig hún orðaði nákvæmlega, hún sagði, ég svo heppin eða óheppin að vera sjóndöpur, þannig að ég tók ekki eftir því þegar allir löpuð út, þannig að ég segi bara það sem ég býr í brjósti. Og hún svona einhvern veginn, henni tekst einhvern veginn að vera með sko hag, barna og foreldra í húfi, en vera samt einhvern veginn svona með svo mikla einlægni og samkennd gagvart kennurum. Þú veist, þó að forysta kennarasambandsins sé einhvern veginn að vaða tóma villu, þá finnst mér hún svona ná að tala svo frá hjartan og hún nær mörgum kennurum með sér líka. Þannig að og það þarf ekkert smá mikið hugrekki til að taka á þessu. Ég meina, þið hefði séð bara að menntamála ráðherra í gegnum árin. Muniði Illugi Gunnarsson ætlaði að stytta framhaldsskólan, þá voru skipulöð mótmæli, þú veist. Hann barðist gegn byrjandalæsis djöflasýrunni líka. Já, akkurat. Og Þorgerður Katrín lendi í kennarasambandinu, þú veist. Það alveg sama, Ásmundur Einar var bara, þú veist, algjörlega bara orðin mjög svona samdauna þeim og þeirra áhrifum og ég held að hann hafi goldið reyndar pólitískt afhróf fyrir það að láta þau taka sig svona yfir, sko. Og bara svona, Inga einhvern veginn svo sterkur karakter og mikill leiðtogi að hún bara lætur þetta ekki á sig fá. Þessi kona svona, það sem ég myndi kalla force of nature. Bara þegar amma Inga mætt, það skiptir ekki máli hvort það eru strigaskór eða vanleysi börn, hún mætt til þess að taka á þessu máli með góðu eða illu. Ég kann vel við fólk sem sko segir eitthvað og meinar það, þú veist, og mér svo maður getur segja að vera sammála og ósammála en það svo landlægt í stjórnmálum að fólk segja eitt og meina annað, þú veist, allt sé kalkulerað og hún svona einhvern veginn, mér finnst nú vera svo heil. Já, það ágætis hrós vikunar. Var ekki fyrirsjónlegt að Frankenstein viðskiptaráðs myndi hrósa menntamálaráðherra? Nei, en ég tek undir, nei, sko, ég get sagt það, ég bara ekki mikið fyrir að hrósa. Ég vil bara helst vera að lasta fólki, þannig að þetta kemur mér rosalega opna skjöldu. Ég, sko, að því við erum að tala Ingu Sæland, þá verði ég nú að verðilega hrósa henni fyrir líka húmórin í pontunni. Þegar að hún var að ávarpa Karl Gauta, fyrrverandi samflokksmann sinn, og sagði eitthvað svona á þá leið að hann kannski ekki skrýta að við séu sammála eins náinn og við vorum hérna fyrir stuttu. Það er alltaf ærist allt og ég ætla ekki að fara neitt nánar út í það og þetta var bara svo geðvegt atrið. Hún fyndin, ég ekki að segja að hún hafi ekki hellinga ókostum, sko. En ég kann þó að meta hana Ingu Sæland og tek undir þetta hrós, svo kannski bara, þetta kannski ekki vikunar, en mér langar samt að hrósa Stefáni Einari Stefánsinni fyrir að taka upp hanskan fyrir þessa konu hérna í páskaleiknum
umtalaða Já. og svo kjötkampaníinu fyrir þetta gett nokkuð dólgunum þennan æðislega mat Já, þetta var alveg hársbreytt frá því að hefur verið hársbreytt frá því að taka þetta að þér. eða það sem ég hugsaði bara hver þarf óvinni þegar maður á svona vinni Já, gott hrós og Stefán Einars bara, hann á það skilið má ekki bara sleppa með það það er engin sérstakur í pólitíkinni sem að mig langar að hrósa umfram öðrum Þetta nú ansi margt fyrir utan fólk. kannski Ingu Sæland Er engin enn í sveitastjórna, það nú algjörlega mikið, engin sem þú ert ánað með þar? ég var mjög ánað með í kosningasjónvarpinu ykkar þegar að Ari Edvald og Björg Magnúsdóttir voru Já, bara, þau ganga ekki óbundin til kosninga svo mikið víst bara þú heyrðu það myndaðir fyrst svo og settir á hér Instagram þetta verður Viðreisn og Miðflokkurinn og svo einhver þriði kannski Hildur Þetta var fallegt moment. þetta var rosalega fallegt þarna koma bara Viðreisn, Vókið og Miðflokkurinn og bara í fullkominni harmoníu þetta var að kostingum viðskiptur á svo miðvikudaginn, ekki? Þetta var talandi þetta, sveitarstjórnarkosningar sko, við ætlum að taka alls konar vinkla á sveitarstjórnarkosningarnar núna í næstu þáttum ég hef eins og svo ofta áður í aðdæmtakostninga ekki verið að fá mikið af frambjóðundu tímina því að svona, þeir eru út allt og allt þetta en við leggjum auðvitað samt mikið mat á það hvernig þetta fer allt fram og hverju að segja hvað og af hverju og svo framvegis sko, þannig að ég er bara að segja frá því að við munum taka alls konar vinkla á þessu næstu vikurnar og fram að kosningum og við ætlum að vera með viðburð með að sá kosningakvöld 16. maí sem við ætlum að auglýsa fljótlega þannig að bara takk í daginn frá aftur á móti, sko, maður velti fyrir sér langar til að taka nokkra vinkla, við náum auðvitað ekki að kofra öll sveitafélögin hér í dag og það stendur heldur ekki til en maður velti samt fyrir sér, þú veist nú voru að koma bara uppgjör í Reykjavík til dæmis í vikunni Reykjavík voru Reykjavík með 5,3 milljarðar króna tapi í fyrra skuldirnar hafa aukist 100 milljarða í valdatíð Samfylkingarinnar maður velti fyrir sér bara hvað mun þessar kosningar snúast Ég bara að taka fjárhagsvinkilinn núna sko, það er margt annað sem margt er rætt það er nefnilega smart, það er ekkert eitt það er allt þannig að þetta mun snúast allt og þetta mun fyrst og fremst snúast það að nú er komin tími til þess að Samfylkingin fái frí frá borginni sko, ég efast ekki að Pétur Martins hafi komið þarna Pétur Hafliði Martinsson hafi komið þarna inn og ætla bara að fara í massívar breytingar og hann bara Samfylkingin verður breytingaraflið í borginni þetta sagði hann eftir að hann var kjörinn þarna í Iðnó eða hvað þetta var og maður bara svona virkilega Samfylkingin, borgin er bara það sem Samfylkingin hefur staðið fyrir í 2 áratugi sko það er síðan 94 meira að minna og svo er hann með Heiðu og Skúla, Heiðu Björg Hilmisdóttur borgarstjóra og Skúla, er hann ekki Sveinsson eða eitthvað? Skúli Helgason sama gleraugastilu við og hún við erum að fyrstu þetta að tala um hana við verðum hana fyrir ekki ég var alveg farin hann er þarna með þessa aftursæti bílstjóra það er rosalega erfitt fyrir hann að ætla einhvern veginn að gaggrýna það sem að verið hefur gert með þau þarna í aftursætinu á eftir sér alltaf brjáluð sko. Svo en það líka bara, eins og við náðum minnst á hér sko, að Pétur komið fram noti orðið jafnaðamaður í annar hverja settingu sko, hann er aldrei notað þetta orð á ævin áður allt er hann rosalega jafnaðamaður, þetta er einhvern veginn svona þetta er bara svo ótrúverð, svo erfitt að selja þetta sko. Já, svo náttúrulega hefur eiginlega bara rosalega lítið heyrst í honum í þessari kosningabaráttu en maður sér að það sem að Samfylkingin er að gera planið þeirra núna, það er að draga Kristrúnu Frostadóttur sem mest inn í þetta og reyna einhvern veginn að vinna á henni bara mjög eðlilega en hefur áhrif í Reykjavík og Kópavogi og hefur það og hún náttúrulega sko hvernig hún síðan fór með samstarfsflokkana sína þegar þau kynntu þetta útspil sitt þar sem að samstarfsflokkarnir þú veist, Daði Már og Viðreisn eða einhvern veginn að fjármagna eitthvað sem er útspil þeirra í sveitastjórnarkosningunum í samkeppni við Viðreisn og hinna flokkana sko, þú veist, talandi að þurrka sér á skítuðu skónum á samstarfsmönnum sínum Þetta að kynnt á þessu fræga blaðmannfundi þarna fram að Jisk daginn Jisk, sem er þetta ekki svona hvað var það, Four Seasons Landscaping fundurinn, ég kann betur við að kalla þetta var aldrei það væp sko. En þið voru nú með að gefa út kosningavita í viðskiptaráði. Við gáum út kosninga 8-vita, þá í rauninni spurðum við 11 framboðum 30 spurningar
og á fundinum á miðvikudaginn þá vorum við að spyrja þetta út í hvern málaflokk fyrir sig en svona lengst til vinstri voru þarna vinstrið og sósíalistar og þarna á þessum kvarða við erum Stefán Pálsson var rosalega ánægð með þetta viðskiptar og skyldi setja sér lengst til vinstri þá taldi hann sér vera réttri leið og ég tek bara undir það og við reynum að gera átt af þetta þannig að þú veist að allir séu í rauninni ánægðir sko. Þú veist, þá lárétti ásinn þannig að sko, það er vinstri hægri, bara klassíst og svo lóðrétti ásinn sem sagt hversu skýr stefnan þannig að þú ert hlutlaus í öllu þú veist, þá skorar lágt þar en ef þú ert með skýra afstæði hvort sem þetta er vinstri eða hægri þá skorar hátt þar þannig að eins og til dæmis Píratar voru með lang óskýrustu stefnuna þannig að þú veist ekki hvað þú færið ef þú kýst Pírata hinn mikli gagnsæisflokkur ég trúi þér ekki akkurát, þannig að það er ekki hvað skoðanir hafa nei, en okkar borga með skýrustu stefna þau tóku mjög einarða afstöðu öllum 30 málum þannig að þetta er unni þetta virka þannig að hlustundur áttu sig á því að þið leggið spurningar fyrir framboðin sem þau svara og út frá því hvort leggið þið þennan átt að vita já, þetta eru þeirra einn svör þannig að, og svo sýndu við unni svörin í hverjum málaflokki fyrir sig og þú skrunar aðeins niður hérna þá sjáum við, þú veist, það eru skattar og gjöld það eru menntamál og spurum alls konar þar þannig að, já, húsnæðismálin það var stjórnsýslumál, samgöngumál og einkarekstur en mér varst líka áhugavert að því að sko með fjármálin að mér varst einhvern veginn áhugavert að það var sko verið að tala um sko álag á grunnskóla og áskorun í grunnskóla og minni árangur þar og líka hækkandi húsnæðisverð og síðan sko síðandi fjármál og það er náttúrulega eitt sem er sko stór þáttur í þessu öllu og það er sko aukinn fjöldi innflytjenda og við sjáum núna fréttum daginn að 2/3 af þeim sem eru að fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar eru innflytjendur erlendir ríkisborgarar og þetta er að leggja álag á sko grunnskólana og húsnæðismarkaðinn og á fjármál Reykjavíkurborgar af því að þú veist, þar sem þú ert með lögheimili þar er rauninni ber borginni skylda til að halda þér uppi eða þú ert þú veist, á sveitinni svo það kallaði gamla daga. Og ríkið greiðir bara með fyrstu 2 árin ef mann rétt. Já. Eftir það þá er þetta bara á sveitafélögunum. Og mér einhvern veginn hann var Ari frá miðflokknum og hann talaði mikið sko bílastæði og borgarlínu og hvað þetta verði allt ómögulegt sko. Og þá vísið fund sem við vorum með miðvikudaginn, já, en hann nefndi ekkert sko innflytjendamálin af því að sko, það hefur verið svolítið svona plattform miðflokksins í þjóðmálunum og mér finnst sá málaflokkur ekkert síður sko stór í sveitarstjórnarmálum af því að eins og ég nefni, hvort sem það eru skólar, húsnæðismál eða fjármál borgarinnar, þá er þetta risastór áhrifaþáttur og já, það er rauninni komin í næsta fasa sko, því að við tölum náttúrulega þegar þetta snýr ríkinu og snýr þetta rosalega mikið um það sko, hversu leg landamærin eru eða ekki sko, en þarna eru komið útlíka sem eru komin inn í landið og eru þá eins og segir kannski annarkvort komin í vinnu eða þá á framfæri sveitarfélagana. Hugmyndagreiningu í kjölfara þessu, það er að taka saman þessi svör og sjá hvaða flokkar geta unni best saman miðað við skoðanir þeirra. Ef við skrollið hana upp, það er mjög áhugavert að sjá að sko fálkinn og gæðingurinn, þeir eru bara nánast saman í hvorum öðrum sko, og þetta er náttúrulega ekki efnislegu svörin en mér finnst það mjög áhugavert, það er svolítið skemmtilega líka að því að sko Ari, sem er í fyrsta sæti, hann er gamall sjálfstæðismaður, annað sæti Kristín Kolbrún, hún er líka gamall sjálfstæðismaður. Það kæmir ekkert á óvart þó að sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn gætu átt aldrei góða samleið í borginni og síðan er bara spurning með hverjum það geta unnið út fyrir það. Já. Veltu vantilega á því hvernig mögulega Viðreisn eða Framsókn gengur? Já, náttúrulega miðflokkurinn og Viðreisn ganga ekki óbundin til kosninga þannig að það er augljóst að það verður Björn. Eftir þetta handamann fyrir Ég tók þetta eftir því í þessum kosninga átt að vita að Viðreisn, það var spurt kemur fram í einni glæranni, og ekki bara fyrsta glæran, að Viðreisn, þeir eru á móti því að lækka útsvarið. Já, hún svaraði Björg og sagði sko að bara miðað við ástandið í fjármálinu núna. Já, og sá að fundum okkur að það var raunsæ, hún var bara raunsæ. Já, það er sama ástæða hjá sjálfstæðisflokknum af hverju þeir ekki á dökkgrænum minni með að Hildur hafi sagt það sama, það er ekki forsendur til þess, það er svo mikil óráðsía sem að þarf að tækla áður en að það er nokkuð hægt að gera fyrir blessaða borgarbúana hvað þessar miklu álögur á þá varðar. Þetta er alltaf óþolandi að búa í sveitafélagi þar sem að útsvarið er í botni, að taka smá persónulegt rand, að því ég bý í Reykjavík. Að því að sko, það sem er dregið á laununum er eitthvað svona föst prósenta sko, og
þegar með útsvari í botni þá þýðir það myndast alltaf skuld gagnvart sko borginni fyrir útsvarið af þeim skatti sem tekið af laununum mínum. Þannig að alltaf þegar ég skilir skattaskýrslunum minni og fæ álagningaseðil að þá ég alltaf bara í skuld sem að ég get ekki komið undan að því ég get ekki borgað þetta útsvar og ég þarf að greiða álag. Þannig að þú veist þess að raun útsvarið mitt verður hærra heldur en sko það í raun út af því ég neyðist til að greiða með álagi af því að þau eru með þetta í botni. Ég vil bara segja nú frá álendingasegjaldina dett í hús ekki í maí, og byrjun ég júní framhaldi þessu svo ég haldi áfram með randið mitt sko kílómetragjaldið, útfærsla þess frábær og bara gefa mér smá sjansina því að ég veit að það margir hérna sem ekki sammála mér en þarna eitthvað gjald og eitthvað skattheimta sem að hefur verið falin inn í bensínverðinu hjá fólki það að leiðandi pælir ekkert í því, það pælir bara í bensínverðinu, það allt í hennu tekið út úr þessari duldu álagningu og því bara svona klistrað framan í andlitið á fólki í heimabankunum og þau þurfa að borga þetta þannig vil ég hafa skattir líka. Ég að segja það, ef að tekjuskatturinn væri svona, að þú fengir bara greiðsluseðlin og útsvarið, þú fengir greiðsluseðli í heimabankaðin og þú þyrftir að bara smetla og þú þurftir að horfa á þetta dragast frá launuðinum, þá fullir ég að það varu allir hægri menn og það myndi enginn komast upp með að hækka skatta því að það yrði bara alltaf búsáhaldabilding í hvert einasta skipti. Þetta áhaldið sem við þurfum og þetta ástæða fyrir því að ég stórhrifin af þessu kílómetragjaldi. Þetta að fjölga hægri mönnum. Útvarpsgjaldið ætti líka að vera svona, koma bara í heimbankunni fólki. Bara. Já. Þannig að, það hérna, höldum áfram með dagskrána. Ég sá að Andrea, þú ert nú á rafmagnsbíl. Ég á rafmagnsbíl. Þú ættir að vera með svona amperstöð heima hér til að hlaða. Já. Þetta reyndar eitthvað, ég bara hvet á til að gefa mig gott tilbúð en að ég ekki með hleðslustöð heima hjá mér. Já, ekki? Nei. Ok, við greiðum það. En þú náður samt að skrifa leikskólamálin? Já, ég náði því. Þú það tengist og sveitarstjórnarmálum. Já. Þú varst eitthvað ágjörð því að hvort þú geti komið með það inn í þáttinn, sko. Þetta væri Já, ég hugsaði, sko, þetta smá svona kvenlegt áhugamál og og ég var ekki viss að sko markhópur þjóðmála þetta væri eitthvað svona sem að hann hefði sérstakann áhuga en svo hugsaði ég þetta nú allt fólk sem að allavega á barningnaldri eða tiltölulega svona komið kannski ykkur unglinga mun alveg hvernig þetta Þjóðmál bara fagna í fjölbreytileikanum og það öll kyn að hlusta þannig að það bara öll kyn? Já. Hvað eru þau mörg? Öll kyn. Já, ég ætla ekki að fara það er 2026 sko, ég er ekki að fara að skilgreina það. Nei, við skilgreinum það ekki. Það er umræða. Nei, ég skrifaði færslu, þetta var bara eitthvað svona morgunhugleiðing, ég var að bíða eftir að fara á ríkisstjórnarfund sem að síðan, floppaði eitthvað og skrifaði mína morgunhugleiðingar, það fekk alveg, við segjum sjálf frá, bara ansi góðar viðtökur. En vangavelta mín sko lítur að því að þessi umræða að koma börnum á leikskóla 12 mánaða, hún svo ofboðslega einstrengisleg og það gleymist alveg í þessari umræðu og það sem ég að kalla eftir hún sé tekin í að svíðara samhengja því að sko fyrir að fyrsta þá ekki öll börn tilbúin til þess að fara á leikskóla 12 mánaða. Sum eru það, en önnur ekki. Þau eru ennþá, við hugsið bara þessi 12 mánaða börn, þau eru ekki öll farin að ganga. Ég veit ekki hvað meðaltalið en það eitthvað stað sirka í kringum eins og þannig að það var kannski helmingun sem ekki byrjar að ganga þegar að byrja á leikskóla og þetta, sko það að það sé einhvern veginn bara lausnin við öllu saman að bara öll börn fari 12 mánaða á leikskóla það rosalega mikið svona one size fits all sem að ég held að sé ekkert endilega ákjósanlegt en að því sögðu þá samt rosalega mikilvægt að þegar að fæðingarorlofi sleppir að þá bjóðist fólki daggæslupláss í hvaða formi sem að það en svo það þessi hópur sem ég tilheyri sem að eru einstæðir foreldrar sem að eiga bara rétt á 6 mánaða fæðingarorlofi og hver á lausnin að vera við því á að setja börn á leikskóla þegar eru 6 mánaða það gengur ekkert upp það fyrir mér þá hefur öll áhersla á þessi mál og bara sér dæmi að þá þessi málaflokkur eitthvað sem að tilheyrið allavega félagsmálaráðuneytinu og vinnumálaráðherra en ekki barnamálaráðherra sem segir okkur að forgangurinn fyrst og fremst vinnumarkaslegur en ekki með hagsmuni barnana í fyrirrúmi og ég kalla eftir því að þessi umræða tilhögun fæðingarorlofs og leikskóla og daggæslu og samspil alls þessa sé tekið
fyrsta stig hverjir eru hagsmunir barnanna. Næsta stig, þegar við erum búin að ákveða hvernig hagsmunir þeirra eru best tryggðir, þá hægt að fara að velta fyrir sig hvernig getum við látið þetta spila saman við jöfn tækifæri kynjana á vinnumarkaði. Og taki eftir því ég segi jöfn tækifæri, það ekki eitthvað óvart, af því að sko útkoman þarf ekki að vera svo sama. Ég alveg komið upp í koka þessari forræðishyggju sem að segir að allir þurfa einhvern veginn að vera með sömu útkomu og bæði kynin þurfa að vera með sömu útkomu. Við þurfum bara að vera með kerfi sem að virkar þannig að fólk geti, að það þjóni fólkinu, ekki að fólki þjóni kerfinu, að fólk geti haft eitthvað raunverulegt val, hafi sömu tækifærin og útkoma ræðs svo bara því. En að þetta kerfi hendi fyrir börnin, það hendi fyrir foreldrana og við hættum að láta eins og að allir passi inn í bara eitthvað eitt form, þannig að það ekki þannig. Já. Og það mín skilabóð, og held ég bara áfram að ranta. Þetta þriðja rantið mitt. Þetta er bara fínt að fá þetta fram. Það Þannig að sveitastjórnar fólk sem að ræða leikskólamál, þið bara glósið þetta niður og endilega reyna að víkka aðeins sjóndeildarhringinn frá bara eitthvað, öll börn fái pláss 12 mánaða. Það skiptir máli, en það skiptir líka máli að við hugsum hver hafa barnana og kannski eins og dámömmu módelið fyrir minnstu börnin eitthvað sem að gæti verið gott að virka betur í bland, sko. Svo sá ég að það verður að kynna nýjan húsnæðispakka, ég ætla ekki að fara mörgum orðum yfir það, en fylgdistu þið með því? Þú varst ná á þessum blaðamannafundi? Ég var á þessum blaðamannafundi og þetta fyndnasti blaðamannafundur sem ég farið á. Það þessi í Kópavogi þarna? Nei, þetta var í aðstöðu Reykjavíkurborgar í Borgartúni. Okay. Og þetta var stórkostlegur fundur af því að ég ákvað að fara þarna því að þarna eru sko 2 ráðherrar og við fengum ekkert að vita annað en þetta væri einhver húsnæðispakki. Ég vissi ekkert hvað væri verið að fara að kynna. Svo byrjar þetta og það er bara verið að tala um einhverja þjættingarreiti í borginni og gott að blessa það eitthvað og ég man ekki hvað töluðu lengi, kannski 10 mínútur, öll 3, samtals. Svo tóku bara við 20 mínútur þar sem þau stóðu og voru að skrifa undir þetta skjöl. Þetta var eitthvað svo vandralegt sem ég sé, sín var hann að mætt bara með vélarnar að sína frá þessu í beinni útsendingu og ég bara, mér langar svo, ég hefði svo vilja vera inn í, það sem að fólk var inn í stofu að horfa á í 20 mínútur, þau skiptast á okkur blöðum að skrifa undir að meðan allir voru þarna bara eitthvað farin að hlæja og klóra sér í höfðinu og svo var það sem var áhugavert. Hvað voru við? Kannski 4 blaðamenn þarna, einhverju ljósmyndarar og 2 tökumenn eða eitthvað. En það voru svona 20-30 opinberi starfsmenn. Já. Sem voru mættir sko til þess að klappa fyrir þeim. Þetta er svo flott. Og ég hugsaði bara, sko, þetta er svona smá klofin í afstöðu minni til þessa. Eitt þú veist, ég hugsaði skilvirkni þess opinbera þegar allt þetta fólk sem við erum að borga launin fyrir situr bara þarna og er að klappa og er ekki að gera neitt annað á meðan. En síðan kemur hin hliðin sem þú veist, hei, þeir eru þú allavega ekki að gera neitt af sér á meðan. Já. En ég meina með þennan pakka þá í rauninni, þú veist, mér finnst allavega jákvætt að það sé verið að reyna að horfa til þess að nýta þessar eignir sko ríkisins og losa þar. Vegna þess að ég sá til dæmis Dabi Eggertsson setti fyrirspurn á Alþingi og í svar við henni kom fram að sko ríkið situr á 60.000 fermetrum sem eru tómir. Þú veist, hvaða fyrirtæki eða einstaklingum myndi bara halda á 3 smáralindum tómum. Sóunin ævintýraleg. Þú veist, og bara þannig að þú veist, mér finnst allavega jákvætt að það sé verið að sko bara, ég hrósa þeim fyrir það að vera að horfa á þessar vannýttu eignir í eigu hins opinberu og reyna að koma þeim út á markaðin og í einhverja verðmæta notkun. Þannig að mér finnst þetta vera jákvætt, þú veist. Hitt sem bara, einhvern veginn, mér finnst alltaf jafn skrítið þessi ofur áhersla á að koma öllum í leiguhúsnæði. Það alltaf verið að tala um verkamannabústaðina eins og það hafi verið eitthvað draumakerfi. Myndu þið vilja búa í verkamannabústaðum? Þetta er ekki neitt sem neitt vill. Sko, 10% af þeim sem eru á leigumarkaði vilja vera á leigumarkaði. Það vilja eiginlega allir eignast sitt eigið húsnæði. Já. En þú veist, borgin hefur verið með kvaðir sko lágmarksfjölda svefnherbergja í blokkum, þannig að það þarf að vera 4 herbergi íbúðir, 3 herbergi íbúðir, 2 herbergi íbúðir. Sko 2 og 1 og stúdíó íbúðirnar, þær seljast upp allar. Það er ekkert vandamál þar. En svo eru bara endalaust af tómum 3 og 4 herbergi íbúðum sem verktakarnir urðu að byggja vegna skipulagskvaða. Og þetta er einhver svona í stæðan að lefa markaðum að ráða því sjálfur. Já, og þetta er alltaf hættulegt þegar hið opinbera fer að blanda inn alls konar pólitísku markmiðum í stefnumörkunna sína og
við höfum séð alls konar skaðleg áhrif af því að blanda sko loftslagsmarkmiðum inn í til dæmis húsnæðisstefnu eða aðrar óskildastefnur. Þú veist, ef þú ert að hugsa húsnæði, hugsaðu þá bara að koma því á markaðum, þannig að verktakarnir, það eru þeir sem vita best hvar eftirspurnin ekki neyða þá til að byggja íbúðir sem þeir vilja ekki byggja, af því að það akkurat það sem gerðist. Og íbúðir sem að fólk ekki að leita að, sko. Verði ekki eitthvað 30% af þessu sem á að fara í eitthvað svona. Það markmið þeirra að 30% íbúa Reykjavíkur séu í félagslegu húsnæði? Það er sko 45% Reykjavík, sko. Þetta er ríkið. Reykjavíkurborgum er 45% og þetta á eiginlega alltaf fara í svo kallið óhagnaðardrifin húsnæðisfélög sem er sko mesta ögmæli sem ég hef heyrt vegna þess að sko það er eiginlega ekkert sko, það er eiginlega engin aðili arðbærar á Íslandi heldur en óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. Þegar það fara gefin slóð og allt þetta. Já, bara gefin slóð, 35% af húsnæðiskostnaðinum við uppbygginguna er endurgreiddur og svo færðu sko lán á sérkjörum frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun til 50 ára. Þannig að sko þetta er sko, við erum að meta þetta sem það bil helmingur af byggingakostnaðinum er greiddur af hinu opinbera. Þannig að þú veist, já, og eins og Bjarg húsnæðisfélag er frægasta dæmið og það er stofnað með 10 milljón króna eiginfjárframlagi. Ég held að eigið þar í dag sé 28 milljarðar. Og þau eru búin að hagnast 28 milljarðar á örfáum árum. Og gleymum því ekki að fyrir hverja einustu íbúð sem að fer inn í þetta kerfi og er tekin þá út frá þeim almenna, þú veist, það sem að fara í sölu sem að fólk getur keypt, það hefur áhrif að framboða þessu húsnæði fyrir þá sem að vilja eignast íbúðir og þar að leiðandi sko verðið á þeim. Þannig að ef þú myndir sko fjölga íbúðum til sölu til einstaklinga að þá ætti það, samkvæmt öllum hagfræðikenningum, að hafa lækkandi áhrif á húsnæðisverð, svona svo framalega sem að markaðurinn sé þá einhvern veginn, kannski nokkurn veginn nýjabæði, ætti að hafa lækkandi áhrif á húsnæðisverð sem ætti að gera fleirum kleift að eignast sitt eigið húsnæði. Þannig að með því að skammta minna inn í almennar sölu íbúður og meira inn í félagslega kerfið, þá ertu líka leið að gera erfiðara fyrir að fólk geti eignast íbúð. Þú ert, held ég, betur að þér í þessu heldur ég. Þú getur svona... Og ekki bara það, heldur sko líka með því að veita sko milljörðum í þetta úrræði, þá ertu náttúrulega að draga úr lífskjörum á Íslandi og lækka ráðstöfunartæki fólk sem er að reyna að koma með þessu húsnæði með hærri sköttum og hærri verðbólgu og þannig að þú ert sko með tvíþættum hætti að skemma fyrir einstaklingu sem vilja eigna sitt eigið húsnæði og þetta er í rauninni bara, þú veist, þarna er í rauninni, við erum komin svo skjön við í rauninni bara að leyfa fólki að byggja íbúðir og kaupa íbúðir eða leigja íbúðir eins og þeim sýnist. Þetta er alltaf allt í lagi því að ESB á síðan að berga söllu. Já, það er nú eitthvað sem er ekkert rétt í dag. Ég er að hvíla það 1. maí. Já, ég veist það sko. Það er mér langar bara til að vekja athygli á, ég ætla ekki að fara að ræða þetta mikið núna, við kannski tökum umræðum það setna, þess mér langar til að vekja athygli á fundir sem var haldinn í vikunni, félagskapur sem kallar sig Hugvekjan, heldur fundum umferðarmál, þetta var handið aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, fengu hann oddvitana í Reykjavíkurborg til að koma og tala, var að fjalla samgöngusáttmálann og borgarlínuna og allt þetta. Ef þið bara googlið Hugvekjan og umferðarmál eða samgöngumál þá finnið upptöku á þessu fundi. Ég hvet svona fólk til að horfa á þetta og til mér margt sem áhört sem kom þar fram. Konráð Guðjónsson, fyrrandi starfsmaður viðskiptaráðs og hann var nú heilt í erindi. Hann var til mér að benda á það að við erum bara að ræða borgarlínu síðustu 5 sveitarstjórnarkosningar. Við erum bara að ræða samgöngusáttmálann síðustu 5 sveitarstjórnarkosningar og borgarlína verður öllu líkindum ekki tilbúin fyrir þar næstu sko. Var talið fyrir Sundabrautina? Það var eitthvað að tala um Sundabrautina líka. Svo er annað athyglisvert sem Árni Matthísen fyrrandi stjórnarformaður Betri samgöngunar sagði á fundunum að hann sko sagði bara að samgöngusáttmálinn einn og sér væri bara áhugaverður og góður á mörgu leiti en fór að benda á það á fundunum sem að komir dálítið óvart að hann skildi gera. Hann benda á það að samgöngusáttmálinn hefðurinni breyst úr því að hafa það markmið að bæta samgöngur yfir það að fækka einkabílum. Og það er bara eitthvað sem að stjórnmálumenn á höfuðborgarsvæðinu komi inn í samningin síðan mér. Þú veist, það var ekki þess að samningur snerist Það er bara eitthvað sem verður að snúa við. Já. Það er bara þannig. En áður en við förum í næsta dagskrálið, fyllið þá glösin hjá okkur. Næ ekki að tegja mig yfir. En sko, ég sé hann. Við vinum okkar í... Þú ert að þorna upp. Við vinum okkar í Echo. Nú er komað sumar eins og við höfum fjallað þá er þetta að fara allir og sækja sér sandala. Til meðar annars, það er nú tilbúð eitthvað þessa dagana á Offroad Rome sandölum. Andrea, þetta er hvern útgáfan?
Því sem myndi fara þér. Þú sér mynda þessu. Já, þetta eru glæsilegir sandalar, ég sé fyrir mér að þetta eru geggjaðir sandalar fyrir sumarið. Já, en í Bara þessu mjög dagskrá flottir. þá hef ég bara beðið viðmælendur að reyma á sig ekkoskona, stíga á sviðið og koma með eitthvað mál sem að ég var svo sem ekki búin að ræða við ykkur fyrir þáttunum að taka. Hver er byrja? Ég meina, sko, eitt sem svona hefur haft mikil áhrif á mig undanfarið sko, við fórum hérna á Austurland, bara vinnan og hérna við fórum í sko heimsóttum 10 fyrirtæki og vorum með semst opin málefnafund og hérna og semst þar sem bara var opin fundur hérna á Hótel Héraði hérna á Egilsstöðum og hérna ræddum bara svona stöðu í atvinnu og efnahagsmálum á Austurlandi og maður sko sá, þú veist, bæði sko í fyrirtæki heimsóknunum og líka á fundinum að það rosalega mikið svona undir alda og hérna svona fólki mikið niðri fyrir hérna í fjórðungum af því að það eru svo rosalega mikil tækifæri og búin að vera svo mikil uppgangur þarna en núna einhvern veginn svolítið stefnan úr Reykjavík þannig að það verið að svona grafa undan flestum af þessum atvinnugreinum þú ert með sko uppsjávarveðarnar sem þá hérna eskja og síldavinnslan, kannski stærstu vinnuveitendur þarna. Veiðigjalda tvöföldunin, hún leggst sko þyngst á þessar uppsjávartegundir og leggst þar að leiðandi þyngst á þessi 2 fyrirtæki sem hérna á Reyðarfirði og Eskifirði og Eskifirði og Norðfirði. Já, og Neskaupstað og sem sagt og þessi fyrirtæki eru bæði að hætta við fjárfestingar í nýjum skipum og hérna jafnvel að grípa til uppsagna. Og síðan ertu með fiskeldið sem hérna Kaldvík sem í fjörðunum þar verið að setja á nýjan skatt sem þá á sko framleiðslu áður en tekjurnar koma og þau eru, þú veist, eiga bara í fullu fangi með að sækja sér fjármögnun og að fá þetta þá frumvarp ofan í það og bara raunverulega hætta þessi fyrirtæki leggja upp laupana svo ertu með sko hérna álverið og alla verktakanar 250 sko verktakar fyrir álverið, þetta bara rosalega mikil kjölfesta á Austurlandi, það rauninni ef þú berð saman Austurland við sko Vesturlandi og Norðurland, þá rauninni búið að vera 20% fólksfjölgun á Austurlandi á meðan hinir staðirnir hafa staðið í stað frá því álverið opnaði, þannig að það búið að vera rosalega lyftistöng og þar ertu með ETS-skjöldin sem að sko 16-falda umhverfisskatta á álverið og og svo ertu með, þú veist, verktaka í húsnæðismálum sem eiga mjög erfitt með að standa undir öllum háu vöxtunum og verðbólgunni, þannig að þú veist, það einhvern veginn, já og síðasta ferðaþjónustan, af því að sko það búið að vera mikil uppbyggingi ferðaþjónustu á Djúpavogi og Neskaupstað og fleiri stöðum og þá settur rísa skattur á skemmtiferðaskipin, þannig að sko þau voru með 30 bókanir held ég núna fyrir sumarið og sko þetta allt gert með langum fyrirvara og svo eru 3 bókanir fyrir næsta sumar. Þannig að sko það alveg sama hvaða atvinnugrein þú horfir á og Austurland sko gullkista útflutnings frá Íslandi. En sko það alveg sama hvað þú horfir á, stjórnvöld í Reykjavík eru einhvern veginn að setja eitthvað sem að skemma fyrir uppbyggingunni. Og svo fer maður á fundin og það mætti sko notabene, það mætti fleiri á þennan opna fund okkar horfur í atvinnu og efnahagslífi á Austurlandi heldur en á fundin okkar á miðvikudaginn í Iðnó borgarstjórnarkosningarnar. Þú veist, það meiri áhugi þú veist, frá íbúum á Austurlandi á þessu heldur en frá íbúum í Reykjavík á borgarstjórnarkosningunum. Þú veist, þannig að það segir ykkur líka eitthvað og maður finnur það sko, fólk stendur upp og það var svona titrað í röddinni vegna þess að fólki svo mikið niðri fyrir. Af því að þú veist, hvað gerist þegar fyrirtækið þitt lokar í kaupstaðinum? Ekki bara sko missið þú og margir sem þú þekkir sko vinnuna, heldur fasteignin og þar með aðleigaðinn verður verðlaus. Af því að enginn kaupir einbýlishús eða fjölbýlishús í plássi það sem ekki vinna. Þannig að sko leið og horfur þessara atvinnugreina fara niður, þá í rauninni getur fólk ekki bara mist sko vinnuna, heldur líka aðleiguna og festst þar. Þannig að þetta er svo ótrúlega hafði mikil áhrif á mig sko og auðvitað var mikil líka umræður sko samgöngúrbætur, af því að Austurland var í rauninni bara tekið á dagskrá óákveðinn tíma og svo maður að keyra þarna á milli fjarðanna og það bara hólur í vegunum og það bara einhvern veginn þarna fólki sem að bara skapa gríðarlega verðmæti fyrir íslenskt samfélag og bara áhugin frá Reykjavík engin. Það mætti engin frá sko stjórnvöldum fyrir utan einn þingmann Viðreisnar sem mætti Ingvar sem
fekk þar að leiðandi allan hitan á sig, hann tekur bara erfiða fundi, hann tók fundi með vélfæg daginn og hann mætir alltaf og allir einhvern veginn baunháðan, en þetta hafði mikil áhrif á mig. Þetta bara mjög áhugavert að heyra á. Þetta maðurinn á hækjum, sko, það barið á honum. Já, akkurat. Þetta bara einhvern veginn svona, maður finnur ekki mikið fyrir, sko, þarna svo bein tenging við efnahagslífið og gengi fyrirtækjana, þetta algjörlega samofið. Þetta kannski líka bara vandamálið við sko fólk hér í höfuðstaðnum sem að stórum hluta til vinnur bara hjá hennu opinbera og ekki neinni tengingu við verðmætasköpunina. Það að eitthvað fyrirtæki loki hefur bara engin áhrif á þau eða þeirra lífsskilyrði og þaðan á síður eitthvað sem gerist eitthvað þar út á landi. Að menna fólk sem út á landi, það bara í lífsbaráttunni. Ef eitthvað svona gerist, ef bara eitt fyrirtæki fyrir hausinn, þá hefur það bara stórkostlegar afleiðingar og margfaldar svona óbeinar afleiðingar fyrir allt samfélagið. En við höfuðborgarbúar, við erum bara hérna einhvern veginn í okkar búblu og við tökum ákvarðanir og þetta eitt af því að því að ég, sko, þegar einmitt Viðreisn talar sem svona mestu höfuðborgarflokkur, þú getur sagt það, að jafna vægi atkvæða til að sko minnka ennþá meira rödd landsbyggðarinnar. Já. Ég algjörlega mótfallin því vegna þess að rödd landsbyggðarinnar verður bara að vera sterk. Þetta eina fólki sem með eitthvað raunveruleika tengingu. Ég held að kjördæmaumbætur væri betri þarna. Þú veist, mér finnst svona einhvern veginn lýðræðislega falletta að, þú veist, einn maður sé eitt atkvæði, þannig að ég alveg þar að, þú veist, það að vera jafnara vægi. Mér finnst ekki að fólk einhvern veginn að vera með misjáft, sko, misháa rödd í samfélaginu. En mér var svo skrítið að þegar við vorum fyrir austan, þá mætti eiginlega enginn sko þingmanna því að það var líka einhver annar fundur á Akureyri og það var semst Egilsstaður og Akureyri í sama kjördæmi og mér finnst það bara fullkomlega órökrétt. Ég meina Austurland á að vera með að lágmarki eitt kjördæmi ef ekki 2 eða 3 eftir sko því þannig að sko þingmennirnir séu frá svæðin. Landsbyggðarkjördæmin það rosalega stór. Já, ég sammála því að Norðaustur sérstaklega. Norðaustur, það náttúrulega Akureyri og Eyjafjörðurinn sem í rauninni stýrir öll og þeirra hagsmunir. Austfirðingarnir sitja eftir. Það sama má í rauninni segja síðan Suðurkjördæmi sem ofboðslega víðfemt. Það ertu með sko hérna Selfoss allt frá Garð og Sengirði austur og Höfn. Já, og síðan Reykjanesbæ sem verða þá ráðandi öfl hagsmuni sko síðan einhver bænda undir Eyjafjöllum eða eitthvað þar í sveitum Hafnar og hvaðina. Og þetta fólk bara rosalega lítið sameiginlegt. Þannig að ég algjörlega sammála þessu. Mjög gott innlegg. Andrea, hvað komst þú með? Herru, ég kom með frétt sem að ég birti í gær alveg stórkostlega frétt vil ég segja því að mér finnst hún svo áhugaverð og það það að Ríkisútvarpið, sjónvarp allra landsmanna hafi greitt þingmanni fyrir einhvern skets í sko einu bara svona heitasta pólitíska málinu í samfélaginu dag sem að Evrópusambandið. Þetta svo galið á svo mörgum levelum. Númer 1 bara þegar þetta birtist, þá var það bara svona, þessi siðferðslega spurning, það rétt að Ríkisútvarpið, hinn opinberi fjölmiðill, sé að fá þingmann ríkisstjórnarflokks til þess að taka þátt í þessu og ég var að taka undir með Ingvari Smára sem kallar þetta svona áróðurs kendan. Þú ert að vísa það þar Jóngnar kom fram í Gíslamartinni til að gera grína þeim sem voru andstæðir því að Ísland gengi Evrópusambandið. Já, takk fyrir. Ég bara gera ráð fyrir allir sem að hlusta hafi lesið fréttina mína. Ég er að tala um það. Og svo það sá dómgreindarestur sko á alla kanta, bæði hjá Ríkisútvarpinu og hjá Jóni Gnarr sem ég þykir mjög væntum af því hann eitthvað svo manneskulegur og auðvitað þykja væntum hann en hjá báðum aðilum að RÚV greiðir og hann taki á móti greiðslu fyrir að taka þátt í svona atriði sem svo augljóslega verið að hæðast að andstæðingum Evrópusambandsins sko sem að hans flokkur sem að í ríkisstjórn reyna að keyra í gegn sko sem endar svolítið endurspeglan á viðhorfi viðreisnar til þessa hóps. Þetta það sko. Það annar mál. En hugsið ykkur, ef þetta hefði verið, þú veist, Jón Gunnarsson sem hefði fengið greiðslu fyrir að koma einhvern skets að hæðast að hvalavinnum, það hefði allt orðið vitlaust í samfélaginu. Var þetta fyndið? Ég misti þessu. Það nú Jóngnar alltaf yfir hann alltaf fyndinn, þú veist, það erfitt að hlæja ekki með sko, en maður getur ekki hort framhjá að þetta mjög áráðurskennt atriði, þingmaður ríkisstjórnarflokks sem fær greitt fyrir það og þetta opinberi ríkisfjölmiðlin sem að borga fyrir þetta atrið. Sami ríkisfjölmiðl og hefur verið að þiggja styrki frá Evrópusambandinu sko.
og svo eru þær hérna Þorgerður og Kristur bara, já, nei, við ætlum ekki að vera með puttan í þessu, við treystum þjóðinni mitt Nei, þetta var bara mjög ég var mjög fróðald að sjá þessa frétt en það koma svo athyglisverð sjónamið í kommentakerfinu elska að lesa kommentakerfið þar kemur þverskur mjög hratt yfir sögu hérna kemur einn, hann heitir Hjálmtýr spurning hvort Ingvar Smári Birgisson sem stjórnarmaður í RÚV og sá sem að lagði fram fyrirspurnina sem að særði þetta fram í dagsljósið sé að misnota aðstöðu sína í pólitískum tilgangi Já, en ekki Jón Gnarr Nei og ekki Gísli Marteinn auðvitað fær hann borgað eins og aðrir segir Margrét þetta er bara, ef þetta væri Jón Gunnarsson og Hvalavinnir Já, það væri kannski öðruvísi Það væri aðeins öðruvísi Já, mjög gott Herðu, næsta mál, hafið komið á Hótel Akureyri Já, ég gist þar Þetta frábæra hótel, sjáu þetta lobby Já, það eftir Já, þú átt eftir, þú voru að skella norður Já Þannig að koma á Hótel Akureyri er þetta bara frábæra upplifun, besta hótelið á Akureyri og setjast niður já, ég segi lobbyið, gestamóttökuna þar sem er mjög hlýleg og flott Þetta lítur ansi huggulega út Já, að gera það nefnilega, setjast niður þarna lesa góða bók spellaði vini sinna, kaupa sér eitt drykk fá sér eitt kalda kannski Ég bæði okkur að finna bók til að mæla með hvaða bók, ef þið farið á Hótel Akureyri helgina og ætluðu að setjast niður í lobbyið Ég var þetta í nóvember og einmitt frábær mólkumatur og bara virkilega ánægð með þetta og þá það er reyndar aðeins styttar síðan þá er ég að endurlesa bók eftir Scott Adams sem er höfundur Dilbert Já af því hann féll frá núna bara fyrir örfáum vikum sem sagt var að glíma við krabbamein og ekki það gamall og mjög sorglegt og þá las ég þessa bók aftur hún er bara virkilega skemmtileg hún heitið sem sagt How to fail at almost everything and still win big Ok og hann er var búin að ganga í gegnum alls konar raunir á ævi sinni sem skopmynda höfundur sem er náttúrulega ekki auðveldasti bransi í heimi sko. Já. Og er með mikið af skemmtunum sögum og líka bara innblæstri bara fyrir daglegt líf og ég mæli alveg heilsuga með þessari. Já, hljóma vel. Mér hefði ekki dottið þessi bók í hug. Nei, þetta er eitthvað sem maður þarf að lesa. Þetta er eitthvað sem maður þarf að lesa. Já. Ég verði að vera í bókunum líka því ég bara viðkenni það að ég horfi rosalega lítið á sjónvarp. Já, ég sett bara eitthvað finna bók eða bíómynd. Já. Og þannig að ég er líka í bók og mér er bara nærtækast að því að sumir hafa kannski lesið en það er alltaf gott að rifja upp og það er Road to Serfdom eftir Hayek sem ég las nýlega. Sem er til á íslensku, heitir Leiðin til ánauðar. Einmitt. Af því að við erum búin að vera að tala í þessu þættidaldi þessa miðstýringu þar sem að stjórnvaldi er að nýtt í gritt í ákveða hvernig fólk á að hafa. Þetta bara segir okkur rosalega vel hvaða afleiðingar, orsök og afleiðingar af slíkri miðstýringu eru og ég vil ekki kannski spoila endin en niðurstaðan er ekki góð. Já, ég var að íta við, ég get bara upplýstur hér, ég var að íta við Hannesi Hólmsteini sem að þýtta nú sínum tíma að það þyrfti til að endur útgefa hana, kannski fara aðeins yfir hana, skrifa hana í inngang og Já, og ég held að sé komið tíma það. Ég held að útfólk í dag hefði áhuga að lesa hana. Hagfræði hnotskurn var endurútgefin á dögunum sem er einn merkasta hagfræði pælingabókin og ég held að það sé komið með þessari. Já, ég myndi segja mitt að ég hef lesið báðar og af þeim tveimur, það myndi ég örugglega það er byrjenda vænasta bókin er Hagfræði hnotskurn. Já, akkurat. Ég bara ger ekki ráð fyrir að séu margir byrjendur að hlusta hér. Nei, þetta er náttúrulega fólk á öllum að hlusta. Og hún er nýkomin einmitt út í íslensku þýðingu og er bara virkilega skemmtilega. Mjög góð, ég held að félag kvenna í hagfræði hafi hlutast til þessa útgáfu, ef ég man rétt. Frábært framtak af þeim og þá er þetta eðlilegt framhald af þeirri bók fyrir þá sem vilja fara dýpra í miðstýringuna sem er Ródalsíls. Ég ætla bara rétt að skjóta inn hér algjör aukaðri, ég svo frétt í vikunum það að Logi Einarsson menntamálaráðherra hefði farið á fund Apple í London til að ræða við þar mikilvæg þess að íslenska iPhone símana og þarna fyrir ráðherra með fylgdarliði og allt það, kíkir á Apple og leggur þetta fram sem er bara gott og gilt og allt það. Ég ætla bara að benda á þetta er allt komið í Samsung sko. Bara þetta er löngu búið þar sko. Þú getur talað við Samsung símaðan á íslensku. Mér finnst ágætis punktur í þessu sko að því að við vorum að tala RÚV að ég var að tala við strák sem er verkfræðingur hjá Google og er í þessum mállíkunum hjá þeim og þarna er henni bara
mjög nálægt þessari gervigreinda byltingu og hann að segja sko að það sem lætur gervigreindina að tala góða íslensku eru gögn og langs stærsta og verðmætasta gagnasafni fyrir íslensku núna eru, það löngu búið að taka allan textæla, eru vídeo og stærsta efnis safnið þar er hjá Ríkisútvarpinu en öll þau gögn eru lokuð þú eru engan aðgang og þetta svona, mér finnst þetta svo gott dæmi að alltaf þegar þú setur eitthvað í opinbera eigu eða gerir eitthvað í ríkiseigu eða opinbera eigu þá ert ekki að opna aðgangaði, þú ert að loka aðgangum þannig að þú ert með þarna eitthvað sem á að vera eign okkar allra en gervigreinda fyrirtækin get ekki þjálfað vídeolíkönun sín eða mállíkönun sín á öllu íslenska efninu sem hefur verið birt á RÚV í gegnum áratugina það er alltaf bak við lás og slá hjá Ríkisútvarpinu. Og hér eru gríðarlegir hagsmunir undir vegna þess að gervigreindin er bara orðin viðloðandi allt við erum bara eiga líki af okkur sjálfum í þessum sætum Tala fyrir sjálfur við erum bara bottar þannig að það má segja að Ríkisútvarpið er að koma í veg fyrir að íslenskan verði hluti af þeirri tæknilegu framþróun sem er eiga sér stað. Ég vona bara að þau bæti úr þessu en þetta snýst líka að Ríkisútvarpið er svo mikil stofnun, hún er svo lengi það er allt einhvern veginn svo gerir svo hægt og bara ekki nógu svona dýnamist og gervigreindin er að hreyfa sig á ljóshraða og nú er búið í rauninni að borða upp allan texta og myndefni og ljósmyndir á netinu og vídeóið er núna ég var að tala lengi við hann stráki á Google núna er vídeógögn aðal efnið, það er í rauninni svona besta leiðin fyrir gervigreindin að læra raunveruleika okkar og þá væri engin veita betri heldur en það sem við erum búin að setja alla okkar fjármunni að framleiða efni í gegnum áratugina og það er allt lokað Herðu, endum þetta á ég ætla að enda þetta á 2-3 hraðarspurningum sem að ég kítt á Kringlukrána í vikunni og sagði að þið verða að koma og það komið nokkar spurningar þaðan svona til ykkar frá gestum þar Ég ætla að reynda að færa ykkur smá gjöf reynda sikkur á gjöfuna Brynjólfur, þú ert ég veit að þú ert að fara að grilla í sumar þannig að þú ert að eiga svona grillsundu ég veit þú átt bolla og húfu held ég þannig að allt sem hægt að fá á heimasíðu þjóðmála Þetta er geggjuð svunta það sem líka hægt að gangi í þjóðmálastofuna og vera hluta þessu samfélagi þú ert hluta á þjóðmálastofunni Já, ég er það en ég á ekki þessa svundu, ég þarf að eigna svona Lestu hvað stendur á svundunni Þínir skattar, okkar tekjur ríkisstarfsmaður Þetta er mjög viðeigandi fyrir þig ég treysti á það að þú mætir þessu í vinnunni Og Andrea, þú ert alltaf í þú ferðast mikið landi og ferði göngur og það gerir vinnuna að þú ert eiga svona hitakönnu Þetta gæti hreinlega að bjarga lífið mínu á jökli Já, það ekki Það er bara þannig Lífsbjörg Það er þessi þjóðmál snýst Takk Gísli minn Berga lífan fólks Mátt fá kassan með Ég ætla að samt að geyma þetta gerir ekki mikið fyrir OCD mitt að hafa drastlaborinu Já, nei, ég skil það Sem að talandi það kom ein spurninga mitt frá viðmælanda á Kringlukráni til ykkar Já Hreint borðið allt í drasli Allt í drasli? Nei, er hreint borð? Hvað er ég að segja? Ég er mjög skipulaður Já Ég vil hafa borðið alveg, þú veist Maður hugsa skýrar ef maður er með tekið til í kringu sig Má ég tala á ensku? Af því að ég nenni ekki að þýða þetta, það er svo kjánulegt en annars er ég mjög hlynnt íslenskunni eins og allir vita If a cluttered desk resembles a cluttered mind what does an empty desk resemble? Ég er einhvers staðar á milli ég er ekki full on Andrés Magnússon þar sem að það er ekki fersentimeter Nei, ég er bara, hann finnur ekki eins og lyklaborð Nei, Nei, þetta er líka, ég sá einhvern tíma mynd Steve Jobs er náttúrulega frægasti svona stílhreini maður með allt tómt sem til er og svo sá ég gamla ljósmynd heima hjá honum og þá var hann með svona hvað maður segja, svona herramannaherbyggi, þú veist, eða stöddi eins og það er kallað og þar er allt fullt af bókum og drasli og þú veist, þannig hugsaðan líka það eru kannski bara bæði betra hér Já, ég er svona miðalmanneskja það er half and half þetta er svona hálfhreint og hálfklöttert Svo var ein sem spurði mig og þetta beinist til þín Andrea, hversu ofta ætlar Andrea að fá ólósætli sumar? Það er pressa Hvað er sumarið marga vikur? Það fer eftir hvort þú setur opinber starfsmaður eða ríkisstarfsmaður. Já, ekki sumafríi því að Þorgerður Katrín hafði af mér sumafríi með þessari ESB-atkvæðagreiðslu. Ég fæ ekki sumafrí. En það skiptir ekki máli, maður getur samt farið í fjallgöngur þó maður sé ekki í fríi. Þannig að ég er að stefna á að fara svona vikulega
og jafnvel oftar í sumar. Ok. Tölum saman í haust og sjáum hvort það reyndist. Já, við skulum gera það. Ég velta svolítið á ríkistöndinni. Já, Þetta eins og ég skráði mig fekk ábendingum að vera rosa gott að fara í Brautarholt golfklúbbinn síðasta sumar og skráði mig, ég held að það hafi verið 50.000 kall eða eitthvað. Ég fór 9 hólur. Það reyndist ekki svo ódýrt eftir allt saman. það kostar ekkert að fara á Úlfarsfellið. Þetta mjög aðgengilegt og þetta geggjurhreyfing. Já. Og gæsla næs að hafa þetta í bakgarðinum. Það var eitt sem spurði mig sem að svo spurning beinist í þín Björn. Hver verður næsta útætt viðskiptarás? Viltu upplýsa það? Já, við erum með eina sorphyrðu Ok, og hún kemur núna bara næstu dögum ok. og svo erum við líka að gera úttekt á örorkukerfinu. Já, Ok, spennandi. Þetta er alveg málaflokkar það sem er í mörg tækifæri til úrbóta. já, ég trúi því. Þannig að stay tuned. Og eitt sem spurði, spurning til ykkar beggja. Hvað er það fyrsta sem þið lesa á mótana? Morgunblaðið. Uh, Segð bara Morgunblaðið. Réttasvari á að vera Morgunblaðið, sko. En já, ok. Ég er að hugsa. Ég meina, ég les yfirleitt bara blaðberi.is. Það er síðar sem ég er með sjálfur, þannig ég er ekki alveg Já, fullis. já. Ekki frekar en þú. ég opna yfirleitt blaðbera til að sjá svona hvað er búið Hæstu fréttinnar. Já. Já, ok. Er þið ekki bara sátt við þetta í dag? Er þið ekki bara gott í okkur? Jú, bara skál fyrir þér og takk fyrir okkur. Gott dagsverk. Ég ger Skál ekki fyrir mikið ykkur. meira í dag. Sko. Það er eingjöf í viðbótur þetta. Nú, ok. Sem að þið megið ráða hvort þið hirðið hana sjálf eða farið með í vinnuna. Og það er þessar Ólafsson-flöskur hérna fyrir aftan ykkur. Já. Þannig að þetta er ekki auglýsing, þetta er bara gjöf til ykkar. Fallegt. Þetta er Bara geggjað. við viljum gleðja þá sem koma í þjóðmál og við viljum að fólki líði vel hér og bæði þeirra kemur og þeirra fer og svona allir gangur og þýrendar. En Þetta er geggjað. Ég tek þetta fyrir sjálfa mig sko, þegar ég veit ekki að hérna áður fyrir var blaðamannastéttin, það er þennan drikkfelda svona stimpil á sér, það eru allir komnir á snúruna. Já. Það er bara ég og Andrés sem erum í rugluna þá. Það gerir ekkert mikið fyrir það að mæta þarna vera eitthvað slá með einhverja geimflösku. Það enda bara með því að við Andrés verðum hann undir borðið sko, bara eitthvað Bara klukkan 2 á miðvikudegi, meðvitundarlaus, bara, já. já. Það er enginn sem að deila þessu með okkur. Við erum old school viðskiptara, ég tek þetta sjálfur. Okay. Að því sögðu, þá bara þakka þér fyrir komin í dag. Takk Andrea, Björn Brynjólfur, þið sem voru að horfa og þið sem voru að hlusta. Góða helgi.